Góðan daginn, ég heiti Kristján Leósson og ætla að kynna fyrir ykkur bókina Silfurberg sem kom út nýlega eftir mig og föður minn Leó Kristjánsson. Hann lést reyndar fyrr á þessu ári en hafði fram að því eytt 25 árum í að rannsaka afdrif Silfurbergsins frá Helgustöðum og margir Austfirðingar kannast eflaust við Silfurbergsnámuna við Helgustæði en kannski færri sem að vita hversu gríðarlega mikil áhrif Silfurbergið hafði á þróun vísinda og tækni í Evrópu og víðar á tímabilinu frá 1670 cirka og fram yfir aldamótin 1900. Þannig að ég ætla að fá að lesa fyrir ykkur hérna stuttan kafla á bókinni. Það komið að því að Silfurbergs útflutningur skipulagður sé að hefjast. Það gerðist reyndar alls ekki strax. Fyrstu heimildir námuna eru frá 17. öld en nærri 200 ár liðu svo frá fyrsta skráða Silfurbergs leiðangrinum árið 1668 og þar til skipuleg vinnsla Silfurbergs til útflutnings úr Helgustöðanámunni hófst. Silfurbergi hafði fram að því verið safnað í hlutfallslega litlu magni af ýmsum aðilum, aðallega erlendum eins og rakið hefur verið að framan. Frá árinu 1850 hófu nokkrir danskir kaupmenn á Austfjörðum að flytja út Silfurberg til sölu. Námuvinnslan var þó stopul og sala á Silfurbergi erlendis virðist í fyrstu aðeins hafa náð upp kostnað við vinnslu og flutning. Stór hluti þess Silfurbergs sem grafið var upp virðist hafa verið í lakarikantinum, svokallaður rosti, sem ekki fékkst hátt verð fyrir. Nýttist hann helst í sódavatnstilbúning, það er að segja sem uppspretta koltvísýrings og í kalkbrennslu. Á þessum tíma var jörðin Helgustaðir að 3/4 hlutum í eigu séra Þórarins Erlendssonar, prófasts á Hofi í Álftafirði, en að 1/4 hluta í eigu ríkisins og voru leigusamningar gerðir sérstaklega nýtingu námunnar. Silfurbergsnáman liggur utarlega við norðanverðan Reyðarfjörð 10 km austur á Eskifirði. Á Eskifirði hafði verslun verið starfrækt samfellt frá því að fyrirtækið Örum og Wolf reisti þar verslunarhús árið 1798, nokkru eftir að einangrunarverslunin var lögð af. Enn voru þó kvaðir að verslun á Íslandi skyldi verið í höndum danskra þegna og komst fullt verslunarfrelsi á Íslandi ekki á fyrr en árið 1855. Vorið 1859 fluttist til Íslands rúmlega 20 verslunarþjónn frá Slesvík, Karl Daniel Tulnius að nafni, og hóf hann störf í verslun Örum og Wolf á Djúpavogi. Sama ár gekk hann að eiga Guðrúnu dóttur Þórarins prófasts. Árið eftir eignuðust þau sitt fyrsta barn, son sem skírður var Þórarinn Erlendur, og sama ár var Karl Tulnius gerður að verslunarstjóra hjá Örum og Wolf á Eskifirði. Eftir 2 ár í því starfi var honum hins vegar sagt upp en hann brá þá að það ráðast á lán, ferðast í Kaupmannahafnar og kaupa verslunina sem hann rak síðan undir eigin nafni í 4 áratugi. Svipað leyti samdi Karl Tulnius við tengdaföður sinn, Þórarinn, afnot af námunni við Helgustæði og á árunum 1863 til 1872 flutti hann út Silfurberg í talsverðu magni. Erfitt að fá nákvæma mynd af heildarmagni þess Silfurberg sem flutt var út eða hversu stór hluti þess var nýtilegur til vísindarannsókna og tækjasmíða. En Þorvaldur Thoroddsen áætlaði að flutt hefði verið út yfir 300 tonn af Silfurbergi á árunum fram til 1872, mest þó af rosta. Undir lok tímabilsins voru sprengiefni notuð til að auka vinnslugetuna. Heimildir herma þetta leyti hafi tærir og vellagaðir Silfurbergskristallar borist til náttúruvísindamanna í Evrópu í þúsundatali. Hið mikla framboð endurspeglaðist meðal annars í auglýsingum og verðlistum tækjaframleiðenda, enda voru margar gerðir mælitækjar sem nýttu skautaljós þá komnar á markað. Auk þess mátti kaupa staka Silfurbergskristalla og ýmsar gerðir af Silfurbergsprismun frá mörgum söðuaðilum og í danska skálanum á heimsýningunni í París árið 1867 var stór Silfurbergskristall til sýnis eftir lýsingum að dæma 60
x 60 x 30 cm á stærð og 300 kg á þyngd. Einnig má finna heimildir að mjög stóri kristallar hafi verið notaðir til sérhæfðra rannsókna með ljósi, enda var silfurberg frá Helgustöðum þá einsleitasta gegnsæja kristallaða efni sem þekkt var í heiminum. Árið 1870 ákvaði yfirvöld að kanna nánar rekstur námunnar og möguleika á að auka arð sinn af henni. Danski jarðfræðingurinn og steindafræðingurinn Fredrik Jonstrup, prófessor við Hafnarháskóla, var þá fenginn til að gera úttekt á námurekstrinum. Jonstrup skilaði skýrslu árið 1871 þar sem fram kom að hann teldi of hart gengið fram í vinnslu úr námunni sem leitt gæti til þess að hún tæmdist fljótt og hlutfallslega lágt verð fengist fyrir afurðirnar. Lagði hann til að vinnslu yrði hætt tíma. Stjórnin lét þekja námuna með möl árið síðar, en Karl Tulnius náði þó að vinna umtalsvert magn silfurbergs úr námunni áður en það var gert. Svipað leyti keypti hann hlut tengdaföður síns í Helgustaðajörðinni. Jonstrup lagði áherslu á að silfurbergsnáman væri einstakt náttúrufyrirbæri sem bæri að umgangast með varúð. Síðari greinargerð sem Jonstrup ritaði árið 1881 mat hann það svo að hið mikla magn gæða silfurbergs sem Tulnius hefði unnið úr námunni áður en vinnsla var stöðvuð hefði nægt til þess að anna eftirspurn tækjum smiða og vísindamanna allan áratuginn þar á eftir. Kannski bæti við hérna sem stendur aftan á bókinni að á 250 ára tímabili var aðeins þekktur einn staður í heiminum, Helgustaðir í Reyðarfirði, þar sem finna mátti nógu tæra og stóra silfurbergskristalla til að þá mætti nýta til vísindarannsókna. 100 tonn af silfurbergi voru flutt úr námunni, það barst víða og hafði áhrif á verk margra af nafntóðustu vísindamönnum sögunnar frá Newton til Einsteins. Silfurberg frá Helgustöðum var lykillinn að ýmsum ráðgátum eðli ljóssins, raf- og segulhrif, uppbyggingu efnisheimsins, víxlverkun ljós og efnis og eðli rúms og tíma í alheiminum. Framþróunin varð undirstaða nýrrar samfélagsgerðar með framleiðslu og flutningi raforku, framförum í efnistækni og fjarskiptum og matvæla- og efnaframleiðslu. Á öllum þessum sviðum gegndi íslenska silfurbergið mikilvægu hlutverki.